Já, komið sæl. Það er nánast endurtekið efni frá undanförnum dögum. Hvað var það veður á Íslandi? Það var sólríkt, sérstaklega þá á vestanverðu landinu í dag. Hámarkshitastölur svipaðar og í gær eða 10 stig, þar sem hiti fór hæst. Og einnig var lágmarkshitinn svo sami eða 8 stiga frost síðastliðna nótt. Og sú mynd sem ég sýndi ykkur hér í gær af kerfunum, og hún er náttúrulega ekki búin að breytast mikið á þessum sólarhring og er ekki að breytast heldur mikið á komandi sólarhring eins og við sjáum hér. Svona veikur hæðarhryggur sem að teygir sig hér yfir landið, allar megin lægðir halda sig fjarri okkar ströndu og það er unni bara ávísun á meira af því sama. Og það á þá einnig við hitasvæðin sem við sjáum hér. Við erum náttúrulega í köldu lofti og við finnum það náttúrulega sérstaklega að kvöld- og næturlagi þar sem að næturfrost hefur í rauninni mælst allt land. Og ef við svona áður við förum í landshlutanna, við förum yfir svo hvernig staðan er á gosstöðunum og svona gasmengun frá þeim, og þá er náttúrulega þessi norðanátt og hún getur við sagt að sé mjög hentug, sérstaklega ef hann er á hánorðan, því að þá streymir náttúrulega bara gasmengunin til suðurs og ef hún er á hánorðan þá til að mynda eftir Grindavík að sleppa alveg, þannig að það eru lítil áhrif af gasinu á morgun. Og við sjáum hér ef við förum yfir á suðvesturhlutann að það verður nú svona svipað veður og var í dag, sólríkt með eindæmum, nema þá hér allra syðsta sem að er svona lægðatra sem að liggur hér inn á suðvesturhornið. Þar stendur vindur af hafi og því viðbúið að það gerir einhverja úrkomu í fjallendunum þar. Loftmassin í sjálfu sér það kaldur og það getur alveg gert slyddu í þessu, en þetta verður sannlega blanda af slyddu eða þá eða skúrum eða slyddu í éljum. En að öðru leyti lítið að frétta í þessu, ákveðin norðlæg átt. Við færum okkur á norður yfir heiðar og við sjáum að það er svo sem ekki mikið að frétta heldur af norðvesturhorninu, en það er svona til þess að gera ákveðin norðaustlátt þar slóðir. Ætti að vera að mestu leyti bjart veður á morgun og spurning með norðurströndina hvort það muni einhver él detta þar inn. Þau verða þó sennilega fátíð og ekki mun hristast mikið úr þeim. En við sjáum það eru bláar tölur og þetta eru þá heiðarna sem við þurfum að fara yfir. Við þurfum að fara á milli landshluta, það er frost þar uppi og getur myndast hálka ef það er vatn á vegi. Á norðausturhorninu þá er nú svona öllu meiri ástæða til þess að ætla að það gerir nú einhverju úrkomu morgun, þó það verður nú ekki mikið í magni, en við sjáum að hitatölur nú bara svona yfir hádaginn rétt yfir núllinu að mestu leyti. Það er svona hlýnar kannski á sunnanverðum austfjörðum. Bjartasta veðri á þessu landsmörki verður vissulega þegar vestar dregur og þá við Eyjafjörðinn, og svo getur einnig sést dáveldi sólar á austfjörðum, þá sérstaklega sunnan til, en að öðru leyti verður nú skýjað og einhverja élja mun gæta áfram. Og það verður einnig vart við úrkomu á morgun á suðausturhorninu eins og við sjáum hér, sérstaklega vestan Öræfa. Þar fáum við sennilega rigningu eða slyddu á köflum, skýjað að mestu leyti annars staðar, en vindátt það er svona austlæg átt í þessu og vindur til þess að gera hægur. Og við sjáum það er sem sé áframhaldandi þurrkur hér vestanlands og því náttúrulega að gera að fara varlega þegar kemur eldi, því að gróðurinn er þurr og viðkvæmur eins og við höfum orðið vör við núna undanfarna 3 daga, og engin breyting á því þegar kemur fram á föstudaginn, áfram sólríkt á vesturhelmingi landsins og bara svipa veður á föstudag og morgun fimmtudag. Ekki þetta gerast í þessum efnum. Og við getum síðan farið hratt yfir sögu því að hlutinir breytast hægt eða lítið helgina hér laugardaginn, og við sjáum síðan að sunnudagurinn er nánast endurtekið efni. En það er sem sé norðlæg átt í þessu framundan hjá okkur og við skulum segja þetta gott í bili. Verið sæl.